Góðan daginn, góðu vinir og velkomin samkomuna í Smárakirkju. Þetta eru COVID-tímar og hlutirnir aðeins öðruvísi og þar með útsendingin hjá okkur. Eins og þið sjáið bæði í upptökum á tónlist og orðinu þá þetta með öðrum hætti heldur en venjulega. En það bara gott. Það ágætt að vera með fjölbreytnin og ágætt að vera heima í stofu og hlusta og skoða og tala ekki um þessa fallegu tónlist og njóta hennar. Og nú ætlum við að kíkja saman í Guðs orð. Mér langar aðeins að minnast á það að í kirkjum landsins oft notaður orðaforði sem algjörlega framandi fyrir þá sem ekki eru í kirkjum eða ekki vön eins og kristnum hugtökum og orðum. Við í kirkjunum kallum þetta stundum svona kristnesku og grínust létt með það að enginn skilji þetta fyrir utan okkur. Það margt til í því. Fólk skilur ekkert allt sem verið að segja og orð og hugtök sem í gangi og mér langar að fara aðeins í dag örstutt í eitt svona orð sérstaklega. Áður en fyrir þangað, talandi kristnesku, hún heldur ekkert alltaf eins í kirkjum. Við getum talað að séu mismunandi mállýskur í þessari kristnesku. Þjóðkirkja notar önnur orð heldur en hvítasunnuðkirkjan eða karismatískar kirkjur. Þarna notaði ég eitt í kristneskunni, karismatísk kirkja, hvað í óskopunum það, hver skilur það? Bara fyrir ykkur sem hlusta og eru að forvitnast það kannski, karismatísk þýðir að vera, þetta svona náðargjafakirkja sem öðrum orðum bara við trúum á kraft og gjafir heilags anda í kirkjunni eins og talaður í ritningunni. Og það eru karismatiska kirkjur og Smárakirkjan einmitt ein af þeim. Eitt af þessum orðum sem við notum mjög mikið og ég veit að þjóðin öll hefur heyrt þó að hún óttast að jafnvel þetta orð og forðasta og það orðið frelsaður eða að frelsast. Ég hef áður skoðað örlítið hjá okkur í Smárakirkjunni hvaðan þetta orð kemur í grískunni og hvað það raunverulega þýðir og mér langar að skoða það aðeins betur í dag og kíkja á það hvað þetta þýðir því að ég hef grunað það og mín tilfinning og ég tala þar af eigin reynslu að margir túlka þetta orð og skilja þetta orð of þröngt, jafnvel hinni trúuðu. Þessi merking orðsins í grískunni, orðið í grísku sozo, S-O-Z-O, sozo og bein þýðing orðinu að frelsa, það síðan merkinguna að leysa einhvern, annarkvort bókstaflega eða táknrænt, en orðið þýðir líka að lækna, varðveita, gera heilt, vera heill. Þessi merking, og hlustið á hvað verið að tala að vera heilbrigður til anda, sálar og líkama, að vera laus og frjáls, vera hamingjusamur, heill á líkamann líka, varðveitast, ganga vel í lífinu. Við sjáum þessa hugtök, þessa leit líka í öðrum tungumálum heldur en kristnesku í þjóðfélaginu okkar. Hver hefur ekki heyrt talað um jóga, heilun, reiki, slökun, núvitund og svo framvegis. Þetta orð sem að hringsóla í þjóðfélaginu okkar í dag og þjóðin, svona sumir allavega, sum okkar skiljum, önnur alls ekki og flest höfum við heyrt. Og sumir óttast þessi orð. Vandamálið eða við orðið frelsaður sem í kristna heimi, að það ber með sér nefnilega ákveðið svona stigma og margir sjá fyrir sér bara öfgatrúar fólk. Það var ég man eftir að það var talað svona holy rollers, hvítasunnumenn. Þegar það bænast undir hjá þeim þá bara veltu sér á gólfinu og rúlluðum allt og þetta var svona öfgatrú, sértrúarhópur og
frelsaður, ef þú ert frelsaður þá varstu yfirleitt einhvern svona hópi og þess vegna óttast margir þetta orð. En mig langar í dag að eyða smá tíma í kringum þetta orð til að sýna fram á það engin ástæða til að óttast. Þetta ekki þannig orð og ef það hefur fengið á sig þessa mynd að þetta sé eitthvað neikvætt, að þá kannski má spyrja sig hvort það sé ekki bara frekar hinu trúuðu sem hafa gert það að verkum að þessi ímynd orðsins einhvern öfgatrú sé í hugum fólks. Neikvæð mynd sem sagt. Orðið sozo felur í sér frelsun eða lausn frá hlutum, lausn frá einhverju sem fjötrar og einhvern bindur. Þú ert fjötraður í einhverja hlekki lífsins, líður illa, fjötraður í synd eða ranga hluti, einhvað sem bindur þig og það að frelsast því einfaldlega bara að losna undan því. Og flestir í hinum kristna heimi vita það og þannig orðið mest notað að það að frelsast frá fjötrum syndar, endurfæðast eins og Jesús talaði mikið það að við þurfum að endurfæðast, fæðast upp á nýtt og þá var hann að tala innri lífið, umskerast segir Biblían líka á hjarta okkar, þar segja að það einhver breyting innra fyrir. Útlitið á okkur kannski ekki að breytast, við erum ekki að fara að breytast þó við verum ný sköpun eins og Biblían talar að við verðum, þá breytingi fyrst og næst innra fyrir sem síðan kemur fram í nýrri hugsun, nýjum orðum, nýjum verkum. Þetta eru líka orð kristneskunnar, endurfæðing og svo framvegis, en flestir hugsa þetta orð í þessu samhengi. Losna frá fjötrum syndar, frá fyrirgefningu syndana og eiga von og trú eilíft líf með Guði að loknu þessu jarðlífi. Þetta svona klassísk nótun á þessu. Og það ekkert allir sem eins og ég sagði það, margir hræddir við þetta. En hinni kristnu sem nota það oftast nær eða mjög oft í þessari þröngu merkingu. Í ritningunum hefur orðið í Biblíunni þar að segja, þá þetta orðið oft þýtt með öðrum þeim merkingum sem ég las upp áðan úr grískunni. Að læknast, verða heilbrigður, verða heill og þetta hlutur sem að okkur kannski yfirsést oft en hluti af frelsisverki Krists. Ég ætla að lesa úr Biblíunni, Markús 10. kafla, hlustum vel á það, 46-52. Þeir komu til Jeríkó og þegar hann fór út úr borginni ásamt lærjusveinum sínum og miklu mannfjölda, þá sat þar við veginn Bartimeus, sonur Tímeusar og hann var blindur beiningamaður. Þegar hann heyrði að þar færi Jesús frá Nasaret hjá, þá tók hann að hrópa: Sonur Davíðs, Jesús, miskunna þú mér. Margir höstuðu á hann að hann þegði en hann hrópaði því meir: Sonur Davíðs, miskunna þú mér. Jesús nam staðar og sagði: Kallið á hann. Þeir kalla á blindamanninn og segja við hann: Vertu hughraustur, stattu upp, hann, þar að segja Jesús, kallar á þig. Hann kastaði þá frá sér yfirhöfn sinni, spratt á fætur og kom til Jesú. Jesús spurði hann: Hvað vilt þú að ég gjöri fyrir þig? Blindumaðurinn svaraði honum: Rabbúni, að ég fái aftur sjón mína. Þetta var náttúrulega þarna var hans fjötrar, hann var blindur. Hann þurfti hjálp, hann þurfti sjón. Og þá segir í íslensku þýðingunni, sem mjög góð þýðing hér, Jesús sagði þá við hann: Far þú, trú þín hefur bjargað þér. Þetta orð, bjargað þér, þetta orð, sozo. Þarna ekki verið að tala frelsun til eilífðar himnavistar, þarna verið að tala trúðin hefur gert þig heilan, hún hefur bjargað sjón þinni. Og það segir okkur eitt, að lækning
hluti af því sem þú og ég þurfum og eigum í Kristi og getum trúað fyrir. Í Postulasögunni, í 4. kafla 8 og 9 og 14. kafla 8 og 9, þar segir svona, ég ætla að lesa það. Þá sagði Pétur við þá, fylltur heilugum anda, þér höfðingjar lýðsins og öldungar, með því að við eigum í dag að svara til saka vegna góðverks við sjúkan mann og gera grein fyrir því hvernig hann sé heill orðinn. Þarna orðið, heill orðinn, sósó. Við eigum að gera grein fyrir því hvernig hann varð sósó. Þarna ekki verið að tala hvernig hann frelsaðist frá synd sinni, heldur hvernig hann læknaðist og varð heill. Og í 14. Í lýstri var maður nokkur máttan í fótum, lamaður frá móðurlífi og hafði aldrei getað gengið. Maður þessi heyrði á mál Páls, en Páll horfði á hann og sá hann hafði trú til þess að verða heill. Hann var lamaður, Páll leitaði á hann og hann sér hann hafði trú til að verða heill eða vera sósót. Enn og aftur ekki verið að tala að frelsast í þessari klassísku merkingu sem við notum orðið eða margir notu orðið, heldur að verða heill af líkamlegu meini sínu. Lækningin því fólgin í orðinu frelsun. Það að frelsast ekki bara að breytast þið innra fyrir og fá anda Guðs innra með sér, heldur líka að verða heill til anda, til sálar og til líkama. Það þýðir sem sagt velgengni, lækning í lífinu á sama hátt og það þýðir fyrirgefning syndanna, endurfæðing og eilíft líf. Hvað segir þetta okkur? Og þetta kannski lykillinn í því sem við aðeins tala um. Þetta segir okkur það að við getum aðeins á einn hátt meðtekið lausn, lækning og líf og vellíðan fyrir líf okkar í kristinni trú og það fyrir trú. Rétt eins og þú frelsast fyrir trú. Þetta notum við mikið. Þú frelsast fyrir trú og það þýðir sem sagt ekki bara að þú fær fyrirgefningu synda þinna og eignast eilíft líf í Guði. Það þýðir líka þú frelsast fyrir trú, þú fær fyrirgefningu, þú fær lækningu, þú fær lausn, þú fær velgengni, þú fær blessun fyrir trú. Þetta lykillinn að þessu aðgengi, þetta allt í sama pakkanum. Þetta bara einn pakki sem að Jesús gaf okkur. Sem sagt trú á Jesú Krist nóg. Jesús nóg. Jesús nægilegur. Við segjum oft, og það mikið í tísku, og það hluti af þessu sömu leit sem ég að tala um, og ég nóg. Við vitum hvað fólk að meina þegar segja ég nóg. Ég að segja í kristinni trú, Jesús nóg. Og fyrir þig sem ert að hlusta, sem ekki kannski veist nákvæmlega hvað tala um, en þetta kannski svona, já, þetta nú spennandi hugsanlega og þetta gæti verið eitthvað fyrir mig, en já, ég veit ekki. Þá segi ég við þig, Jesús dugar þér. Jesús dugar í þetta sem þú ert að leita, hamingjunni, lausninni, lækningunni, fyrirgefningunni, frelsunni innra, lífinu, fyllingu lífsins. Jesús nóg. Og allt sem þú þarfnast getur þú eignast inn í þitt líf fyrir trú á hann. Þetta hljómar rosalega eitthvað svona einfalt, það ekki? Já, en hvað á ég að gera, Halldór? Ekkert annað en trúa. Þetta það sem Páll var að meina, hann sagði, sko, þetta heimska, þeir sem glatast. Þetta finnst fólki kjánalegt. Við höfum að fara að gera eitthvað, við höfum að vinna fyrir þessu, við þurfum hvað á ég að gera, það ekki nú bara að trúa. En í kristinni trú það lykillinn og það eina sem gildir og ég ætla að koma að því betur á eftir. Nú ætla ég að lesa vers í Efesus og biðjum að skoða, ég ætla að skipta einu orð út, ég ætla að skipta orðinu hólpinn, því að þarna eitt svona orðið sem við notum hólpinn, að vera frelsaður að laus og deyja ekki, glatast ekki, vera hólpinn. Því að þetta orðið sósó.
Í Efesus 2:8 segir svona: því af náð eru þið hólpin orðin fyrir trú. Þetta er ekki ykkur að þakka, þetta er Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Þau lesa þetta með annarri merkingu orðsins Zozo. Því af náð eru þið heilbrigð orðin fyrir trú. Þetta er ekki ykkur að þakka, þetta er Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Fyrir trú getur þú ögnast heilbrigði til anda þíns sem er frelsunin, fyrir sál þína sem er friðurinn, stilling hugans, lægjastorminn í kollurum á okkur, núvitundin, meðvitundin, allt þetta sem fólk er jafnvægið, allt þetta sem fólk er að leita að, þetta býst þarna, og fyrir líkamann sem er heilbrigði af líkamlegum krankleika. Þetta er sem sagt allur maðurinn í heild sinni. Jesús frelsaði hann allan. Hann, svo ég noti grískorið, Zozoaði allan mannin. Gerði hann heilan á anda, sál og líkama. Og enginn getur miklast að því vegna þess að það er hann sem gerði það. Hvernig meðtökum við allan þennan pakka? Það var aðeins að fara í það. Hvernig meðtökum við þetta? Hvernig verðum við hólpin? Hvernig eignumst við lífið í Guði? Hvernig verðum við heilbrigð á anda, sál og líkama? Fyrst af öllu vil ég rifja upp það sem ég sagði áðan. Trú á Jesú Krist er nægileg. Hún er nóg. Þar byrjum við. Við byrjum bara á Jesú. Til þess að fá þennan pakkin í líf okkar, þá byrjum við á Jesú. Og fyrir sum ykkar segja, það sem ég ætla að segja núna, fyrir sum ykkar hugsa ykkar segja, vá, hvað er kallinn að tala um? Fyrir aðra ykkar segja, vá, þetta er léttir. Það þurfa það ekki. Og ég ætla að segja þér, þú þarft ekki að trúa allri Biblíunni til að ganga inn í þennan pakka. Þú þarft hvorki að trúa Gamla testamentinu eða Nýja testamentinu. Veitu, hvað, fari ekki að trúa Biblíunni? Nei, Jesús er nóg. Takk eftir, fyrstu 300 árin í kristnu lífi, það var ekki Biblía hjá þeim. Heiðingjarnir út í Galatíu, þeir voru ekki með Biblíuna. Þeir voru alls ekki með Nýja testamentið og þeir voru ekki með Gamla sáttmálann eða Tórabækurnar. Þeir vissu varla hvað það var, þeir vissu að gyðingar höfðu það. Biblían er það sem að kemur á eftir. Mörgum okkar og í trúarlífinu á Íslandi var kennt það að Jesús hefði risið á dauðum og það væri satt. Af hverju? Vegna þess að Biblían sagði það. Í dag við ólumst upp við svona textatrú. Ef að Biblían sagði það, þá var það rétt. Vandamáli við þjóðin okkar í dag, að stór hluti þjóðurinnar trúir ekkert á Biblíuna eða það sé Guðs orð og eitthvað sé satt vegna þess að standi þar. Og það er bara staðreynd. Og það er bara eins og hópurum var sem var í fyrstu árunum sem er í kristninni. Þeir frelsuðust, eignuðust lífið, eignuðust Zozo í allt sitt líf, anda, sál og líkama, þó þeir hefði ekki ritningarnar. Kristur og upprisa hans, það líkir sér svona. Kristur og upprisa hans er eins og hesturinn. Biblían er eins og vagnin sem hesturinn dregur. Í margar aldir höfum við látið vagnin draga hestinn. Við höfum predikað Biblíunni yfir fólki sem trúir varla á hana og erfitt með að trúa á hana, í staðinn fyrir að kynna þeim fyrir Jesú. Og þá ætla ég að segja það, þú þarft ekki fæðingarvottorð, þú þarft ekki að sjá fæðingarvottorð Jesúbarnsins ef þú farið að sjá Jesúbarnið sjálft. Ertu með? Þú þarft ekki vottorðum að Jesús hafi fæðst til að trúa því ef þú ert búin að sjá Jesú sjálfan. Og þetta er lykillinn. Við þurfum að því í frumkirkjunni þá voru það reynsla fólks og verkin, viðburðir sem áttu sér stað í lífið þeirra og í kringu þau sem að fékk þau til að trúa. Þau sáu Jesús lækna mann
og segja, vá, hvað í gangi? Ég ætla að skoða þetta betur. Þau fengu að reyna Jesú á eigin skinni, því hann kemur í krafti, hann mætir og læknar, hann reistir fólk frá dauðum, lamaði maðurinn, hann reis upp, blindi maðurinn, fékk sjón. Það þurfti ekkert að sýna þeim neitt vottorð þetta væri satt. Þau fengu að reyna það. Og þess vegna segi ég þetta, fjöldi manna hefur fengið að reyna lífið og lækninguna og frelsið í Jesú án nokkurn tímann að hafa lesið Biblíuna eða jafnvel trúað á hana. Eins og segir, Biblían er vagninn sem fylgir á eftir. Þú þarft ekki fæðingarvotti Jesúbarnsins til þess að ef þú hefur séð Jesúbarnið sjálft. Og þarna komum við hlutum sem að skipti miklu máli, ekki síst þegar við erum farin af stað í trúarlífinu og fyrir marga trúaða, hvernig við lifum síðan lífinu eftir að við erum búin að mæta þessu. Þetta er byrjunin, svona mæturu inn í þetta líf frelsisins. Það er að segja að þú bara mætir Jesú eða öllu heldur, hann mætir þér. Páll nota mjög sterk orð. Ég vitnaði áðan í söfnuðina í Galatíu og Tyrklandi og það sem þeir höfðu ekki Biblíuna. Páll ávarpaði þessa söfnuði á mjög sterkan hátt í Galatabréfinu og hlustiði nú á. Mér finnst gaman að Páli. Mér finnst gaman að þegar hann talar svona. Hann er sterkur. Hann kallar ekki allt ömmu sína og hann ávarpar bara hlutin eins og þeir eru. Og hann segir svona í fyrsta kafla. Mig furðar að þér. Takk til hverjum er hann að skrifa? Hann er að skrifa kirkjunni í Galatíu. Kristnum söfnuðum. Nýjum, flestir, nýlega orðin söfnuður. Því hann fór sjálfur þangað, boðaði fagnaðarerindið og sá kirkjuna vera til. Mig furðar að þið svo fljótt láti snúast frá honum sem kallaði yður náð Krists. Hvað er hann að segja? Bara þessi fyrsta setning. Ég skil ekkert í ykkur, elsku fólk, segir hann, að þið látið snúast frá honum, Kristi, sem kallaði ykkur í náð Krists, frá Guði sem kallaði ykkur í náð Krists, til annars konar fagnaðarerindis heldur en það sem það var búið að boða. Þetta fagnaðarerindi er ekki til, þetta annars konar, segir hann. Heldur eru einhverjir að trufla ykkur og vilja umhverfa fagnaðarerindinu Jesú. Við skoðum að þetta, hvað þetta annars konar fagnaðarerindi var. Af hverju var Páli svona mikið niðri fyrir? Ef við lítum til Jesú til að öðlast fyrirgefningu og eilíft líf fyrir hans náð, og það gera allir kristni menn. Við frelsumst fyrir náð. Martin Luther, sem að Íslenska þjóðkirkjan kennir sig við og lúterska hreyfingin í heiminum, hann kom einmitt með þetta, hann endurvakti, hann fékk opinberun frá Guði það að koma að við frelsumst fyrir trú, fyrir náð Drottins eingöngu. Verkin okkar geta ekki frelsað okkur. Og þá var hann í miðri þeirri stöðu að það voru verið að selja aflátsbréf til fyrirgefningu syndana, menn þurfti að skriða tröppur til fyrirgefningu syndana, menn þurfti að gera alls konar hluti til að fá syndafyrirgefningu hjá Guði. Hann var að segja, nei, aðeins fyrir náð, aðeins fyrir trú á Jesú Krist, endurfæðumst við. Hvernig má það vera að þegar við öðlumst eilífa lífið og fyrirgefningu syndana í honum fyrir náð, að við snúum okkur síðan frá Guði þegar kemur á lækningu, blessunum og velmegun og krafti heilags anda í líf okkar. Því að margir kristnir snúa sér einmitt frá Guði þá. Ég er ekki að tala frá Guði að þeir fari frá honum fyrir fullt og allt, heldur þeir snúa sér annað til að fá þessa hluti. Og hvert snúum við okkur? Að okkur sjálfum. Við snúum okkur til okkar sjálfra. Og hvað á ég við með því? Okkar eigin verk, við förum að leita í eigin verk, eigin heilaleika, eigin réttlæti, hvað við erum góð, hvað við erum sterk. Og ef ég gerir þetta, þá fæ ég lækningu. Og ef ég gerir svona, þá fæ ég lækningu. Og ef ég bið meira hér og gerir meira svona, þá gerist eitthvað. Og Páll er að ávarpa þetta og segir, nei, vegna þess að Zozo þýðir allt þetta. Þetta er allt fyrir náð, þetta er allt fyrir trú. Allt sem þú ert að leita af, þarfnast í lífinu, allt sem þú þráir, er aðeins fyrir náð Guðs og fyrir trú á hann. Það er málið. Snúum okkur ekki á okkur sjálfum.
Við munum aldrei standa okkur nógu vel til að fá allt frá Guði eða öðlast náðans eða réttlæti. Aldrei. Við verðum aldrei nógu góð. Sumum kristnum líður bölvanlega yfir þessu að þeim finnst þau aldrei vera nógu góð og halda þau séu að fara misvalt í Guði vegna þess að þau eru ekki nógu góð. Þetta fyrir náð, elsku vinur. Þetta fyrir trú á hann. Þetta fyrir náð. Við verðum aldrei vera fullkomin hvað sem Þú getur ekki fengið lækningu. Ég verð að segja ykkur þessu, þetta er saga sem er sönn saga og gerðist. Það var sjúk kona og hún hafði búið að biðja oft fyrir henni og hún virtist ekki ná lækningu. Það gerðist ekki til líkama hennar. Og presturinn hennar, hlustið á þetta er náttúrulega skelfilegt finnst mér persónulega sko. Hann segir, það er ástæða fyrir að þú ert ekki að fá lækningu. Og ertu búin að pröfa að gefa meira pening til kirkjunnar. Því að Guð elskar glaðan gjafara og hann mun blessa þig ef þú gefur. Þetta er rangt. Þetta er náttúrulega bara manipulation, það er verið að stjórna, gefðu. Og þó svo að presturinn í einlægni sinni tryði því að það myndi auka líkurnar og læknaðist. Þá er þetta samt ekki það sem að Biblían kennir okkur, eða Sósó kennir okkur, eða Jesús kennir okkur, eða Páll kennir okkur. Þetta er nákvæmlega sem Páll var að ávarpa og segja, ekki láta snú ykkur í þetta fagnarindi að þurfa að fara að gera einhverja hluti til að fá það sem að Kristur er búinn að vinna fyrir þig. Hann hefur gefið þessa hluti, þú þarft ekki að bæta og getur ekki bætt neinu við til að öðlast. Hlustið hér á. Það minnast á þetta svona í lokin held ég, þetta er gott dæmi þetta og við margir kristnir, við föllum í þessa gryfju nefnilega. Matteus 17, 14-21. Þegar þeir komu til fólksins, gekk til hans maður, féll á kné fyrir honum og sagði, Herra, miskunna þú syni mínum. Hann er tungsjúkur, hann geðrof, geðveikur og einhvern hann er lasinn og illa haldinn. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór með hann til lærisveina þinna, taktu þessari lykilsetningu. Maðurinn kemur til Jesús og segir, ég fór með son minn til lærisveina þinna en þeir gátu ekki læknað hann. Jesús svaraði, Ó, þú vantrúa og rangsnúna kynslóð, hversu lengi á ég að vera með ykkur? Hversu lengi á ég að umbyrað ykkur? Og þá er hann að tala umbyrað vantrúna. Færið piltinn til mín. Jesús hastaði á hann og illi andinn sem í honum var fór út af honum og sveinninn var heill frá þeirri stundu. Lærisveinarnir horfðu á, lærisveinarnir hugsuðu, vá, við gátum þetta ekki. Hann gat þetta. Svo þeir koma til Jesú eftir á og spyrja, þeir voru einir með honum, pappinn farinn, strákurinn farinn, allir farnir nema þeir. Og þeir spyrja Jesú, hvers vegna gátum við ekki gert þetta, Jesús? Af hverju gátum við ekki læknað hann? Og þá kemur fræg setning og fræg svör sem að ég held að við höfum oft misskilið. Hann segir, vegna þess að ykkur skortir trú. Sannlega segi ég ykkur, ef þið hafið trú eins og mustarskort, getið þið sagt við fjall þetta, flytið héðan og þangað og það mun flytja sig. Og í þessu tilfelli var sjúkdómur drengsins mikið fjall. Og svo sannarlega var hann stórfjall í lífi drengsins og fjölskyldunar. Og þau þurftu að losna við þetta fjall. Og Jesús ávarpaði það og sett hann frjálsan frá því. Flytið héðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður ykkur þá megn, segir Jesús. Og svo segir hann, en þetta kyn verður eigi rekið út nema með bæn og föstu. Ég held að þarna höfum við misskilið hluti. Því að flest okkar sem lesum þetta orð og höfum þekkjum þetta orð og höfum lifað í þessu orði eða orðið lifað með okkur í einhver tíma og við viljum sjá kraft Guðs. Við höldum þarna sé lykillinn að andinn, sjúkdómurinn, fjallið er svo stórt að þú ræður ekki við hann nema að biðja og fasta.
Er það sem hann er að segja? Segir Jesús, þegar þið hafið trúið sem mustardskort getið þið sagt við fjallið þetta flytja héðan og þangað og það mun flytja sig, ekkert verður ykkur um megn, en þessi sjúkdómur, þessi andi, hann er svo stór, nei, heyrðu, það er ekki nóg að hafa trú á hann, þú verður að biðja og fasta og þá kemur það. Er hann að bæta bæn og föstu við trúna til að láta það gerast? Nei, ég ætla að leggja aðra túlkun á þetta fram fyrir þig og ég bið að skoða hana. Ég trúi því að hann sé að segja hér, vantrúin ykkar, það var fjallið í þeirra lífi. Þegar hann byrjar að segja, ávarpa vantrúin og segir, hversu lengi á ég að umbera vantrú ykkar? Og svo segir hann, þetta kyn, þessi vantrú, að vantrú almennt kemur ekki út, fer ekki úr ykkar lífi fyrir en með bæn og föstu. Og hvað er ég að meina? Og hvað er hann að meina? Þegar þú ræktar, þú stoppar, þú sérð eitthvað og það gerist ekki eitthvað og þú segir, heyrðu, það er ekki vegna þess að fjallið sé svo stórt, andinn er svo sterkur, nei, Jesús minnist ekkert á það. Það er vegna þess að ég trú ekki. Það er vegna þess að ég trú, þannig að síminn að hringja á okkur, það er vegna þess að ég trú ekki. Og þess vegna þarf ég að bakka, ég þarf að taka tíma, ég þarf að fara afsíðis, ég þarf að biðja, ég þarf að fasta. Af hverju? Til að mitt líf, til að ég fara á réttan stað, þetta er í takt við það sem Páll var að segja, ekki láta leiða ykkur afvega frá fagnarhundinu. Bæn og fasta er að stilla sig rétt af aftur. Það er að fara inn og segja, heyrðu, af hverju hef ég ekki trú? Samt segir Jesús að ég eigi þetta og ég hafi þetta og hann hefur gefið mér þetta. Og þú ræktar innri mannin, þú stoppar og þú dílar við ástand hjartaðins og virkjar trúna, þú endurnýjar náð Guðs innra með þér og rifjar upp að allt er þetta fyrir náð og ef þú trúir þá er þér gefið. Þú þarft ekki gera neitt til þess að breyta lífinu í kringum þig eða kringumstæðum eða sjálfum þér. Þú þarft bara að trúa náðarverki Krists. Ég veit þetta hljómar alveg hrikalega eitthvað svona einfalt og simpult. Og Páll sagði það líka aftur, svo ég ítrykki það. Hann ávarpaði einmitt þennan þátt að fólki finnst þetta of eitthvað. Ég er að segja þér, þetta er lífið. Þetta er Kristur og hann á þetta handa þér. Elsku vinur, Jesús er þér nóg. Leitaðu hans að þér, þú munt finna. Þú skalt knýja á hans dyr og það verður opnað fyrir þér að þú tekur á móti því í trú. Þá opnast allar dyr lífsins og svo frelsi og líf og lækning til anda, til sálar og líkama tilheyrir þér. Við skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir náð þín og miskunn. Við þökkum fyrir það að allt er okkur gefið fyrir þína náð. Og fyrir trú á þig getum við meðtekið lífið í þér. Frelsisverk þitt er algjört, ekki bara fyrir and okkar og innri mann, heldur líka fyrir sálunin okkar og fyrir líkamann okkar. Fyrir okkur sem manneskjur í heild hefur þú frelsað okkur og við þökkum þig fyrir það. Blessa sér þitt heilaga nafn. Ég bið fyrir hverjum sem er að hlusta, fjölskyldunni þeirra drottinn Guð, hvar sem þau eru niður komin. Bið varðveislu í líf þeirra. Ég bið drottinn Guð og þú snertir þar með anda þinn, komið frið þinn, kærleika þinn, lífið þitt inn í hverja kringumstæður. Frið og ró þína. Opinberun anda þíns í Jesú nafni. Amen.